Jæja Sölvi, við sitjum hér í Búk í Vestur-Ungverjalandi. Hvernig stemmingin í hópnum? Hún bara mjög góð. Við fengum hérna frábært hótel. Það svona hellingur að vera hérna. Það hérna keilubraut hérna í húsinu hliðina á okkur og fullt af svona aktivitet fyrir strákana að gera á milli funda, æfinga og mat og þannig að það bara fer rosalega vel okkur hérna. Hvernig svona veðurfarið að fara í ykkur? Svipað og í Gígur fyrir 2 vikum? Já, þetta hérna svona kannski veðurfar sem við erum ekki vanir heima á Íslandi. Það er búist við í kringum 30 stiga hita á meðan leikurinn stendur. Við æfðum í gær, þá kom reyndar nú bara rok og rigning, þannig að það er svona kannski aðstæður sem við erum aðeins vanari. En já, við búumst við miklum hita eins og í fyrirleiknum undir Gígor og það er svona við erum svona smá reynslu af því eins og ég segi í leiknum móti Gígor og síðan alltaf fórum við norður og spilum móti Þór hérna eftir þann leik og það var mjög heitt þar, þannig að við erum svona smá vanir hitarum núna. Hvernig svona auðvitað getur verið sagt að það sé stærra tilefni en leikurinn gegn Gígor hérna úti, bara sæti í þriðjum fyrir húfi. Hvernig svona, myndirðu segja, andinn væri í hópnum? Það er alveg hárrétt hjá þér. Þetta er náttúrulega hérna bara önnur umferð og því fleiri umferðir sem fer áfram því að stærra þetta. Andinn nú bara svipaður og eins og hann alltaf. Menn eru bara svona, þú veist, við erum bara að fara rólega yfir hlutina og það er bara góð stemming á strákana. Þeir eru afslappaðir og svoleiðis en þegar nær dregur að leik þá fer svona spennustigið að hækka og koma smá fiðrild í magann, bara sem að jákvæða. Þú þarft að vera með spennustigið á réttum stað og það er kannski það sem við erum búin að læra og reynslan kikkar inn, að þú nærð að stýra því betur, þannig að það sé vel kveikt á þér og þú ert í góðu jafnvægi þegar leikurinn byrjar. Svona nú ríkið aðeins sest á fyrir leikinn og þið vantarlega búin að greina hann vel, svona heilt yfir bara sáttur með frammistöðu liðsins? Já, mjög. Þetta var mjög flott frammistaða hjá okkur. Við lögðum upp með að setja háa pressu á þá, sérstaklega þegar þeir voru ofar á vellinum og voru síðan tilbúnir að vissum það að við myndum fá kafla sem yrðu svona þeim í vil, þannig að við þurftum bara að gera þá kafla vel og verjast vel sem ein liðsheild og við erum góðir í að verja markið okkar og okkur líður vel þegar við erum í varnarseppi. Þannig að við vorum líka bara þolinmóðir að stíga upp á réttum tíma, ekki að líða illa yfir því að vera svona neðarlega á vellinum og fara að drífa okkur og svoleiðis. Þannig að það líka krefst mikil þolinmæði að vera í lágblokkinu og það þurfum við líka að gera núna í útileiknum. Við búumst alveg fastlega við því að þurfa að þeir muni ná sínum kafla í leikjunum og við þurfum bara að standast hann og vinna okkur aftur upp inn í okkar moment og eiga okkar góðu kafla. Við þurfum eins og í fyrri leiknum, við vorum hugrakkir á boltann, við vorum alltaf að leitast eftir lausnum fram á við og hreyfanlegir og það er líka mikilvægt sérstaklega í svona hita að við hvílum okkur líka með boltann, að við látum þá aðeins hlaupa. Þannig að þetta þarf alltaf að smella saman í leiknum núna á miðvikudaginn. Þannig að við gerum okkur góða möguleika að komast áfram á reynvíinu. Er þá, myndirðu segja, planið væri að mæta bara til leiks svipað og heima eða falla eitthvað aðeins meira aftur eða hvernig svona sér þetta fyrir? Nei, við erum ekki að fara að falla eitthvað tilbaka. Við viljum spila okkar leik, við viljum að leikmyndin svona spegli það sem við erum búin að vera að gera í sumar og þannig að við þurfum bara að vera vel svona eins og ég segi, við þurfum að vera skynsamir, við megum ekki eins og í fyrirleiknum, við þurfum að velja réttu mómentin hvenær á að stíga og hvenær á að falla og hvenær á að læsa það og þessi litlu dítelar þurfa að vera spot on í gegnum allan leikinn, þannig að við eigum möguleika. Seinni leikurinn í Gígor og svona fyrri hálfleikur var kannski á smá bras, ekki alveg nógu góður. Eru þið lærið af honum núna með hvernig þið mætið til leiks á morgun? Já, ég myndi segja það. Ég myndi segja líka bara að við erum búin að læra af því. Það gerist í fótboltaleikjum að þú kannski nærð ekki að spila þinn leik, að
þú nærð ekki að tengja sendingarna saman, að þú ert að missa boltana og andstæðingurum fær momentum og nýtir sér það og nær að keyra þig niður og þú átt erfitt með að, eins og ég segi, tengja saman sendingar og koma þér hærra upp völlinn. En þá er bara mikilvægt á svona erfiðum köflum að við erum ekki að hengja haus eða láta þetta hafa of mikið áhrif á okkur, heldur bara að hugsa í lausnum hvernig við erum að koma okkur úr þessum aðstæðum. Og það er það sem ég sá dálítið í útileiknum á móti Gígori, er þroskamerki í liðinu, hvernig þú átt að bregðast á móti svona mótlæti eins og við erum kannski komum okkur sjálfurum í, að láta það ekki hafa áhrif á okkur og vera, þú veist, vera með fókusin á næsta aksjón, næsta einvígi, næstu sendingu og hvernig við getum komið okkur aftur inn í leikinn og ég held að við höfum sýnt það í seinni hálfleiknum á móti Gígora. Við tókum svona, við lyftum okkur upp á okkar plan aftur og létum ekki fyrir hálfleikinn hafa áhrif á okkur. Það er auðvitað á morgun að spila á hlutlausu velli. Er það eitthvað sem þið hefur ætti að vera ykkur í vil, frekar en að fara á erfiðan útivöll með 16.000 Ísraela gargandi? Nei, það er ekkert sem að við spáum í hvar leikurinn er spilaður eða hvaða áhorfendur eru að mæta á hann. Þannig að þetta er bara útileikur og á móti góðum andstæðingi, það er aðalega það sem við kíkjum í, hvað þeir geta í fótbolta, hvar eru hættuna þeirra, hvar eru veikleikinni þeirra og það er svona mesti fókusin sem við erum að einbeita okkur að. Hvar hann er spilaður í heiminum svona skiptir ekki öllu máli, en vissulega, þú veist, er það betra að þeir eru ekki með 16-20.000 áhorfendur að styðja við bakið á sér. Við sjáum það bara hvað til dæmis okkar stuðningsmenn hafa áhrif á okkur. Úrslitin heima í Víkinni hjá okkur undanfarin ár hafa verið frábært og það er stórum parti af stuðningsmennum okkar að þakka. Hversu vel þeir hafa stutt við baka okkur og góðu stemming sem þeir hafa skapað fyrir okkur í erfiðum aðstæðum hafa þeir lyft okkur upp og hjálpað okkur í gegnum leikina. Þannig að það er mjög mikilvægt að hafa stuðninginn bak við sig, en það er ekki hlutur sem við erum að fókusa á akkurat núna. Við erum á útivelli og við þurfum bara að einbeita okkur að leiknum. Takk fyrir þetta, Sölvi. Gangi ykkur vel á morgun. Takk hérlega.